Já, komið sæl. Hann er nokkuð öflulega sem að gekk hérna fram hjá landinu í dag en sem betur fer að það fór nú svona mesti vindurinn í henni, hann fór nú svona fyrir sunna land þannig að við sluppum nokkuð vel en síðan kemur nú önnur lag á morgun til okkar, hún er bæði mun grynnri með þar leiðandi með miklu minni vindi og úrkomu einnig og síðan á mánudag þá fáum við hérna svona hæðarhryggi við landið og þá verður komið þokkalegasti veður svona mest öllu landinu og síðan svona spár að gera ráð fyrir að þessi hæðarhryggur hann mun svona mestu stjórna veðrinni hjá okkur svona fram í vikuna. Nú ef við kíkjum á hitasviðið að þá er nú að kólna hérna þegar þessi lag rennir sér í burtu og sjáum svona hvernig þessi kaldi litur blái litur að svona aðeins að taka völdin hjá okkur og þetta þýðir það að hitatölurnar verða svona milli 5 og 10 gráður hjá okkur næstu dagar svona yfir daginn en síðan má búast við því að það verði næturfrost inn til landsins og þar leiðandi má nú búast við svona hálku á vegum inn til landsins. En á morgun svona í fyrramálið þá koma þessi skil frá þessi leið hérna upp á vesturströndinni og það má nú gera fyrir að rigni þá vestan til svona fyrirhluta dags og síðan gengur þessi skil svona hægt og rólega austurabóginn og í kjölfar þeirra þá fylgir nú svona skúruloft þannig að má nú gera ráð fyrir að það verði nú einhverju væta meira og minni hérna á öllu vestanverðu landinu á morgun. Aftur á móti gert ráð fyrir því að austan til verði þurrt og bjart og farir svona ekki að þykna þar upp fyrir svona seinnipartinn á morgun og svo kemur nú kannski einhver svona dálítil úrkoma annað kvöldin á Austurlandi en hún verður ekki mikil. Nú ef við lítum áfram á mánudaginn þá svona gert ráð fyrir því að það verði svona hæglætisveður á landinu, hæðarhryggurinn komin hérna inn á landið og því svona bjart veður sunnan og vestanvert landið. Þannig gert ráð fyrir að verði nú svona þungbúið og einhver úrkomi hérna norðan til að verði svona en þá eftir af svona einhver norðanátt og síðan á þriðjudeginum nú gert ráð fyrir svona að verði nokkuð svipað veður, hæg breytileg átt hjá okkur og gæti nú orðið nokkuð bjart, nokkuð víða en hitatölurnar eru á niðurleið, hitinn víða ekki nema í kringum kannski 5-6 stig og það má gera ráð fyrir því að það verði víða næturfrost. Og eins á miðvikudeginum eru litlar breytingar áfram svona hæglætisveður á landinu, kannski svona skýjað hérna norðan til og jafnvel einhver smá væta hérna á norðausturhorninu en síðan nú vaxandi austanátt svona þegar það líður á daginn og það gæti farið svona þykna upp á miðvikudagskvöldinu með jafnvel einhverju vætur síðan á fimmtudaginn. Ef við lítum til Evrópu þá nú þessi lag komin hérna til Skandinavíu á morgun og kemur til með að valda því að það verði það talsverð rigning og kólnandi veður og gæti nú blásið hressilega bæði hérna í Suður Noregi og Suður Svíþjóð en annars nú hæðasvæði sem ræður ríki hérna og því verður nú fínasta veður á flestum stöðum og sjáum þegar við komum niður á Miðjarðarhafinu og þá víða glampandi sól og hámarkshitinn í kringum 30 gráður. En ef við lítum áfram að Atlantshafinu að þá verður nú áframhaldandi skúrir og þrumuveður hérna á Spáni, fallegt veður í Portúgal, léttskýjað og sömuleiðis í Frakklandi gert ráð fyrir að verði mjög bjart veður helst hérna í Suður-Frakklandi sem að gæti svona orðið einhverja skúrir en það gert ráð fyrir því að það verði heiðskýrt í París á morgun. Nú ef við förum aðeins vestur hafa að það hafa nú verið miklir þrumuklakkar hérna í kringum Bahamaeyjar undanfarið og þeir hafa nú að mynda hitabeltis storm sem kallast Hubert og hann mun nú færast hérna norðurbæinn og taka síðan skarpa beygju til austurs og breytast þar í fyrsta stigs fellibyl en hann mun nú ekki gera mikinn usla en þó samkvæmt spám en þó nú gert ráð fyrir að það getur náð að rigna vel hérna bæði á Flórídaskaganum og sömuleiðis í Georgíu og Karolína fylkjunum. En annars nú hið fínasta veður, það hæðasvæði ríkjandi hérna víða, einhverja skúraleiðingar hérna við vatnu miklu en annars víða sólskin og nokkuð hár hiti. En á morgun hjá okkur vætusamt hérna, sérstaklega landið sunnan og vestanvert en ætti að vera þurrt og bjart allavega fram undir degi landið austanvert. Segjum þetta gott að vera í kvöld, verið sæl.